Já, komið sæl og velkomin í hádegisviðtalið á Stöð 2. Það hefur verið mikið rætt húsin í miðbænum að undanförnu og draugahúsin svokölluðu sem standa auð og þá kannski niður í starfsemi sem við kallað svo í miðborginni þar sem verið að rífa niður gömul hús til að byggja ný þó ekki séu kannski komin plön þau öll þessi nýju hús. Hingað til okkar komin formaður Torfusamtakanna, Snorri Freyr Hilmarsson, velkomin. Þið sendu frá okkur allítarlega ályktun í gær frá Torfusamtökunum ástandi og þið, eins og þið lýsið ástandinu í miðborginni þá er það nú ekki glæsilegt. Þið talið að þessi þróun sem hafi verið í miðborginni sé bein þróun af nýju deiliskipulagi sem að í raun og veru þið lýsið ónýtt. Já, sko aðstæður, það er eiginlega tvennt sem kemur til að það er gefið út nýtt deiliskipulag og aðstæður, allar efnahagsaðstæður breytast á sama tíma. Þannig að áður fyrr þá höfðu menn efni á að kaupa hér kannski 1 eða 2 húseignir til þess að spekúlera með, en nú kaupa menn upp heilu og hálfu reitina. Og þetta nýja deiliskipulag er mjög opið, það leyfir sameiningu lóða og svona er að sumu leyti býður alveg heim þessari starfsemi. Þannig að menn róa í því að reyna að koma sér inn á reitina, hámarka það byggingamagn sem þeim er heimilt og þeir geta staðið þessu stappi árum og áratugum saman þess vegna. Og þetta kemur þannig út fyrir miðborgina að þið segja hún drabbast niður? Hún drabbast niður, þannig að sko, þetta eru margir hvatar þarna. Sko. Eitt er að menn verðast til dæmis bara inn í gamla Austurbænum í nágrenni við Hallgrímskirkju og í Þingholtunum. Þar elda menn bara, ég vil ekki einu sinni deiliskipulag, heldur horfa bara þar sem þeir sjá brunagafla frá 1950 eða 60. Þá byrja þeir að kaupa upp þar í kring í þeirri von að mega byggja jafnstórt og brunagaflarnir sína. Það verður til þess að þeir sem hafa keypt hús, kannski viðkomandi reitum til þess að gera þau upp, þeir halda sér höndum. Fólk leggur ekki í það að fara að leggja mikið fé í að gera hús upp sem að verða rifin daginn sem þau flyttur út úr húsinu. Þannig að þetta hefur neikvæð áhrif langt út fyrir akkurat þessi hús sem verktakarnir. Já, þannig að það áhrif þeirra ná víða. Og þið segið beinlínis hérna, eins beint og hægt að segja það í einni ályktun, þið beinlínis segið að verktakar herji á miðborgina. Já, þeir gera það. Tilfellið er að fasteignaverð í miðborginni er hátt vegna þess að svæðið þykir eftirsóknarvert. Þannig að í stað þess að deiliskipulagið ýti undir þá hvata sem að leiða til þess að bærinn grói og ná að nýta sér umhverfisgæði sín, ef svo má segja, þá hefur það akkurat þveröfuga áhrif. Að menn koma inn í þeirri von að geta hámarkað gróðan vegna þess hvað fasteignaverðið er hátt. Já. Og í rauninni skipulagið opið fyrir niðurrifi og nýbyggingum. Já, og þá jafnvel láta menn hús drabbast niður í þeirri von að mönnum ofbjóði sú sýn að sjá tóm hús með nelt fyrir glugga og búið að krassa þau út og suður og gera þau ljót og er jafnvel þá verið að treysta á það að borgaryfirvöldum öðrum ofbjóði svo að frekara og meira niður verði leyft en ella. Já, það eru dæmi þess til dæmis að bara í Húsarhöfða á Lindargötu þar sem að einn lét húsið drabbast, hann fekk að rífa það og byggði stóra blokk. Þeir sem að héldu húsunum sínu við, þau voru friðuð. Þannig að þá er hægt að segja að þeir sem að sáum að halda húsunum sínum almennilegum, þeir fengu þeim var refsað, en hinn í rauninni verðlaunaður. Þarna var í rauninni þeim sem að hugsaðu vel húsin sín refsa með þeim hætti að þau umhverfisgæði sem þeir voru að lyfta og sóttust eftir með því að búa þarna, þau voru eyðilögð. Hvernig getur friðunin eyðilagt fyrir þú segir að þau hafa verið friðuð? Ég segi, friðunin eyðileggur ekki neitt fyrir þeim, en þegar á sér stað friðun 3 húsa í heilli götu, þá má segja að það er búið að eyðileggja heildina sem að fólk er að sækjast eftir þegar það kemur inn í hverfið í upphafi. Já. Og þess vegna erum við að benda á það að það er þessi heild sem þarf að hugsa og það má ekki rýra hana
Það sem hefur verið að gerast til dæmis niður í Skuggahverfi og hefur verið að gerast í 20 ár það búið að vera í alveg sama stappi og að byrja núna upp á Laugavegi. Þannig að við getum alveg séð það að þetta ástand sem að menn segja sé alveg ömurlegt við Laugaveginn, það bara rétt að byrja. Það mun standa í 20 ár. Hvert mun þá stefna? Lýstu þið nú aðeins fyrir okkur eins og þið sjáu þetta fyrir ykkur í torfusamtökunum ef þessi stefna heldur áfram. Hvert erum við þá að fara með miðborgina? Við munum horfa á 12 og 20 metra djúpa grunna upp við Þrönga og Litla Verslunargötu með byggingagrunnum og látum. Við munum horfa upp á aðra reiti þar sem að spekulantar, þar sem að ekkert leyfi fyrir niðurrifi. Þau hús munum samt verða keypt upp í þeirri von að annarkvort eigendur í nágrenninu gefist upp gagnvart þessu og þú veist... Breyta Ísland? Já, breyta Ísland. Og sú þróun komin í gang alveg á öllum reitum í rauninni alveg upp undir Hallgrímskirkju. Þannig að þarna eru mjög sorglegi hlutir að gerast sem að í rauninni ýta undir neikvæða félagsþróun, börnum fækkar í Austurbæjarskóla, fjölskyldufólk í rauninni forðast þessar kringumstæður sem verða til í kringum þessa hluti og þessi svokallaða slömmvæðing bara ryður sér áfram. Er þetta eitthvað sem hefur gerst fyrir skort á árvirkni eða slysni eða eru stjórnmálamenn sem eiga nú að sjá skipulagsmálin í borginni, eru þeir vísvitandi að koma málunum í þessa stöðu? Ég held að þetta sé nú ekkert sem að einhver gerir vísvitandi en þetta eitthvað sem hefur orðið til. Það í rauninni löng hefð fyrir því hérna að vera með dálítið stórkallalegt deiliskipulag, eða stórkallalegt skipulag fyrir miðborgina. Bara dæmið húsin Laugavegi 4-6, það stóð til að rífa þau alveg frá 1940 eða 50. Ef að þau hefðu staðið tóm og ónotuð allan þennan tíma, hvað hefði það þá gert fyrir göttuna? Og þannig að það hefur bara aldrei verið til þeir fjármunir að menn hafi geta sett þessi draumaverkefni sín í gang. Það í rauninni það sem að gerist. Deyr miðborg ef ekki er lífi í henni og það verður að viðhalda því. Við hefum réttu mínútu eftir, ef við notum hana aðeins til hvernig viljið þið hjá torfusamtökunum að stjórnvöld í borginni bregðist núna við og hvað þarf að gera til þess að bjarga miðborginni svo þið viljið hafa hana, þar sem að virðing borin fyrir hefðinni og byggingarstíl Reykjavíkurborgar og það með Íslendinga? Ég held að það sé fyrst og fremst gert með því sem að þau hafa þegar gefið til kynna að gamli bærinn og þau gæði sem hann býður upp á, þau fái forgang í allri skipulagshugsun. Og þarf þá ekki að skipuleggjaðurinn að vera miðborgin upp á nýtt, því eins og þið lýsið skipulaginu þá geta menn einmitt gert þetta sem þú hefur að lýsa hér, keypt upp stóra reiti, látið á drabbast niður jafnvel og vonast til þess að þeir geti stækkað sína köku enn frekar og þannig að ekki alveg klárt mál það þarf að hugsa skipulega miðborgarinnar upp á nýtt? Jú, það þarf að hugsa að menn eru að nálgast þarna gróið svæði en ekki opið byggingaland. Það svona grundvallarmunurinn. Já. En er of seint í rassingripi núna eða ennþá möguleiki að stoppa þessa draugahúsavæðingu miðborgarinnar? Ég held að það sé alveg hægt að stoppa hana og ég hugsa að það hljóta að verða gert. Þakka kærlega fyrir komuna í hádegisviðtalið. Við komumst í miður ekki lengra með það. Snorri Freyr, formaður torfusamtakanna. Við munum halda áfram að fjalla þetta mál í kvöldfréttum okkar en hádegisviðtalið lokið, við bendum ykkur á vísi.is og svo fréttir okkar klukkan 6:30 í kvöld. Verið sæl.